sjá hversu fagurt það í einingunni lofum nafnið þig. Svo ljúft við söfnum saman í frið og fögnuði. Svo ljúft þegar lofum Jesús nafnið þig. Sjá hversu yndislegt lofgjörð til þín, ó Faðir. Sjá hversu fagurt það í einingunni lofum nafnið þig. Svo ljúft við söfnum saman í frið og fögnuði. Svo ljúft þegar lofum Jesús nafnið þig. Þegar lofum Jesús nafnið þig. Amen. Trouble me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ef við taka you split the sea. Tökum brúna þess eftir. Hallelujah. You split the sea so I could walk right through it. My feet would drown in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My tears drown in perfect love. Oh, Jesus. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Halleluja. Ó, takk Jesus. Takk Jesus að ég er barnið þitt. Takk Jesus að við erum börnið þín, Drottin. Halleluja. Takk Jesus. Who is like the Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven To me. treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer Of my past and present wrongs, holder of my future day to come. Your presence is heaven to me. 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 Oh, Jesus,
Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will wait, the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy, 'cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy, Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Heaven to me, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus. Þakka bara fyrir staðinn þar sem dýrð þín býr, Drottinn minn. Þakka þér fyrir það að þú kemur þar sem að við komum saman í þínu nafni. Og þakka þér fyrir að nærvera þín hér, Drottinn Jesús Kristur. Vegna orðsins þíns, vegna samfélagsins þíns. Þakka þér bara fyrir það, Faðir Guð, að þú ert hér. Þú ert hér í samfélagi heilagra, Drottinn. Og við lofum þig, vegsömmum þig. Við segjum að veldisbroti Guðleysis skal ekki hvíla á landi réttlátra. Við biðjum þig fyrir land okkar og þjóð. Við segjum Jesús Drottinn. Við segjum komi ríkið þitt, verði vilji þinn, svo á jörðu sem á himni. Við segjum þinn mátturinn, þín dýrðin að eilífu. Og þótt himinn og jörð líði undir lok, þá mun orðið þitt að aldrei að eilífu líða undir lok. Halleluja. Þess vegna segjum við, Faðir Guð, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Amen. Tack Jesus. Tack min Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Gjør så vel. Heyrist í mér, já. Komið sæl og blessuð. Það er virkilega heiður fyrir mig að koma hérna á
og heimsækja þetta mikilvæga starf á þessum mikilvæga stað. Svona starf miklu mikilvægara fyrir Guði heldur en að við getum nokkuð tímann ímyndað okkur. Og hann hefur áætlun með alla hluti. Og ég heiti Arnljótur Davíðsson eins og kannski var sagt frá áðan og ég með umsjón í svona starfi í Reykjavík í Hörgsliðinni og svo ég búinn að taka þátt í og sjá svona samkirkjulegt starf í miðbæ Reykjavíkur. Þetta nú orðin rúmur áratugur núna samfleytt sem að við förum alltaf niður í bæ og boðum fagnaðarerindið. Þetta samfleytt frá því ég bjó á Ítalíu í svolítið tíma og eftir ég kom þaðan þá erum við búin að vera þarna hverju einasta laugardagskvöldi allan hennan tíma. En það voru störf, það var svona starf áður en svo þetta búið að vera núna samfleytt í mjög langan tíma á hverju kvöldi. Það skiptir máli að boða fagnaðarerindið. En við vitum að sá sem að upphafið og endirinn á allri boðuninni að það okkar stórkostlegi dýrlegi Jesús Kristur. Hann sá sem að með hjartað á bakvið þetta og hann sá sem að þráir að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Og við vitum að hann svo stórkostlegur, eins og ritningi segir að hún kallar hann drottinn dýrðarinnar og Páll kallar hann drottinn dýrðarinnar í Korinthubréfinu og Páll sagði vegna þess að höfðingjarnir þekkt hann ekki leynda vísdóm Guðs að þá krossfestur hann. Ef þeir hefðu þekkt hana visku Guðs og áætlun Guðs og fyrirætlun Guðs hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar, segir hann. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að hafa góða heildar yfirsýn yfir áætlun Guðs með hlutina og fyrirætlun hans tímana. Því að þá lendum við ekki í því að krossfesta sannleikann eins og þeir gerðu. Þeir krossfestu sannleikann, drottinn Guð dýrðarinnar, af því að þeir höfðu ekki opinberun í anda og sannleika yfir ráð Guðs og áætlun Guðs. Þess vegna svo mikilvægt að þekkja áætlun Guðs í öllum hlutum. Við vitum að Jóhannes talaði Jesús á þann hátt í Jóhannesarguðspjallinu að hann segir að hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Og þannig þekkjum við hann líka, þann dýrlega stórkostlega Jesús sem gekk sem enn í dag opinberar sig fyrir okkur í dýrðinni. Og mér langar að lesa hérna eitt vers í 2. Korinthubréfinu, 4. kafla. Þar segir, því að Guð sagði svo, ljós skal skína fram úr myrkri og hann lét það skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Þannig skín þekking og birta af þekkingun á dýrð Guðs í gegnum hjörtu vor. Frá ásjónu Jesú Krists og í gegnum hjörtu vor. Þannig eru vitnisburður okkar bæði í orðum og af hjarta og í lífi og verki. Það skiptir miklu máli. Og við vitum að Guðs áætlun var að Kristur skyldi deyja á krossinu fyrir syndi mannanna, rísa upp frá dauðum, vera meðal þeirra, upprisinn og stíga svo inn í dýrð sína. Þangað til, eins og ritningi segir, að Guð mun gera óvinni hans að fótskör hans. Og þá segir, og mér langar að lesa hérna, eitt spádómssálm. 1000 árum fyrir Krist, að þá þessi spádómssálmur seinni komu Krists. Það segir Messías, hann sem brúðguminn gengur fram úr svefnhúsi sínu og hlakkar til að renna skeið sitt. Við takmörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans.
Þannig verður það. Ekkert verður hulið fyrir geislaglóð hans, dýrð hans þegar hann kemur. Og við vitum að ritningin segir okkur, og Jesús sagði okkur sjálfur að fæðingarhríðirnar fyrir komu hans væru drepsóttir, landskjálftar, þjóð rísa gegn þjóð og svo framvegis. Þekkjum eitthvað af þessu undanfarið kannski. En á meðan að hann myndi stíga upp inn í himinin og þangað til hann kemur aftur, að þá er eitt stórt mikilvægt verkefni og tilgangur sem að við öll höfum. Og það er að boða öllum mönnum fagnaðarerindið. Kristur dó fyrir alla menn. Hann sagði, komið til mín allir, og hann býður öllum mönnum fyrirgefningu, eilíft líf. Og það er það sem að verkefni sem að við höfum. Og Jesús sagði, þetta fagnaðarerindið ríkið verður predikað, í einhverju gamalli þýðingu stóð allri skepnu, every creature, verður predikað öllum heiminum og þá mun endurinn koma. Endurinn kemur þegar við erum búin að klára verkefnið. Þetta er stóra verkefnið. Þetta er tilgangurinn með tilverunni eins og hún er í dag. Þangað til hann kemur og eyðir öllu illu með geislaglóð sinni. Hreinsar, brennir í burtu, alla ilsku, allt myrkur. En fram að því er tími náðarinnar þar sem að allir menn geta öðlast eilíft líf. Og þess vegna erum við að boða fagnaðarerindi. Skiptir svo miklu máli. Og við vitum, og það er líka mikilvægt að sjá það í ritningunni, að þetta er löngu áætlaða tímabil. Að fagnaðarerindi er boðað. Við okkar að lesa hérna spádóm Messías í Jesaja 42:1. Það segir hann sjálfan, sjá þjónn minn sem ég leiði við hönd mína, minn útvalda sem ég hef þóknun á, ég legg anda minn yfir hann er hinn smurði, hann er Messías, hann mun boða þjóðunum rétt. Þetta er 700 árum fyrir Krist. Og síðan er annar spádómur í 1000 árum fyrir Krist, í Sálmi 22, spádómur sem sagði nákvæmlega fyrir hvað Kristur myndi líða. Hendur mínar og fætur hafa þér gegnum stungið. Þeir kasta hlutum kyrtir minn og allt og svo framvegis. En hann endar svona sá spádómur Krist. Já, fyrir honum munu öll stórmenni jarðar falla fram. Fyrir honum munu beygja sig allir þeir hníga í duftið, allir sem deyja. En ég vil lifa honum, niðjar mínir munu þjóna honum, komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni. Og líð sem enn er ófæddur mun boðað réttlæti hans, að hann hefur framkvæmt það. Og hvaða réttlæti er það? Jú, hann tók á sig dóminn okkar, refsinguna fyrir okkar syndir og okkar misgjörðir og gerir okkur réttlætt fyrir Guði og gefur okkur þar með líf með honum eilíð. Þetta verður boða líð sem enn er ófæddur, segir spádómarinn. Þetta átti að boða. Í Sálmi 72, versi 17 segir Messías, nafn hans mun vara að eilífu. Meðan sólin skín mun nafn hans vaksa. Hann verður frægar og frægar og frægari. Og með honum skulu allar ættkvíslir jarðarinnar óska sér blessunar. Þetta er 1000 árum fyrir komu Jesú. Og allar þjóðar munu hann sælan segja. Þetta er áætlun Guðs. Svo langar mig að lesa enn eitt spádóm boðunina. Það er Jesaja 51, vers 4. Það segir, hlýð þú á mig líður minn, hlusta á mig þjóð mín, því að frá mér mun kenning útganga
og minn réttur sem ljós fyrir þjóðirnar. Mitt réttlæti sem ljós fyrir þjóðirnar. Skyndilega nálgast réttlæti mitt, hjálpræði mitt á leiðinni. Þetta 700 árum fyrir Krist. Armleggir mínir munu færa þjóðunum réttlæti. Það talað Messías sem armlegg Guðs, en svo segir armleggir mínir munu færa þjóðunum réttlæti. Fjarlægar landsálfur vænta mín og bíða eftir mínum armlegg. Það var löngu áætlað að þetta boðað allri heimsbyggðinni allstaðar til hylja jörðina. Og þannig að það eru stórkostleg forréttindi fyrir okkur að fá að taka þátt í þessu. Þetta Guðsverk, ekki manna. Þetta Guðs áætlun, löngu ráðin ráð, að allir menn skyldu fá að heyra þetta fagnaðarerindi. Og við vitum að hann opnaði veginn fyrir alla og býður öllum. Og þetta eru gleðifréttir eins og þetta kallaði í ritningunni. Þetta eru góðar fréttir. Það sagt, ég boða þér mikinn fögnuð þegar Messías fæddist, þegar Jesús fæddist. Vegna þess að þetta eru stórkostlegar gleðifréttir fyrir alla menn. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við skiljum alveg nákvæmlega hvað innifalið í allir þessari blessun sem hann hefur fyrir alla menn. En við vitum líka að, eins og stendur hérna á kirkjunni, Jesús Kristur svarið, en við vitum líka að Jesús Kristur eina svarið fyrir mannin. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og svo segir í Postulasögunni, ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Hann sá eini sem hefur dáið fyrir syndirnar, eini sem getur gert mannin hæfan til þess að ganga inn í Guðsríkið. Jesús sagði, sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu sjá Guð. Þess vegna varð Kristur að deyja á krossinum og friðþægja fyrir okkur. Og við vitum að það allir sem þurfa á því að halda. Allir menn hafa syndgað og þá skortir Guðs dýrð. Þeir eru fjarri Guðsríkinu. Þess vegna er þetta svo mikilvægt að boða. Skiptir okkur svo gríðarlegu máli. En við vitum líka að í dag stærsta uppskera sem að nokkuð tíman hefur verið á jörðinni í boði. Aldrei hafa verið fleiri manns á jörðinni. Og það gríðarlegt hungur allstaðar. Það hungur á Íslandi. Við vitum það niður í bæ. Fólki kemur sjálft að borðinu til okkar. Við erum með svona borð þar sem við bjóðum fólki kaffi og kakó. Það kemur og svo dregur það Guðsorð til þín. Og svo rætt það sem orð sem viðkomandi fær. En það eru allir með spurningar. Þeir voru það fyrir COVID. Allir hafa þessar grunnspurningar, mjög sterkar. Hver tilgangur lífsins? Hvað gerist þegar í degi? Hvers vegna ég hérna? Og fjölda annara spurningar sem að liggja þeim á hjarta. Og það hefur eftir ekki tækifæri til að tala um. En þarna hefur það tækifæri til að tala við okkur einn á einn. Og þetta hvílir á hjarta hvers einasta manns. Þetta eru langstærstu spurningar lífsins. Og það hefur ekkert minnkað eftir og á meðan COVID þá fólk ennþá stærri spurningar. Það svolítið öðruvísi hvernig fólk hugsar, en það alveg sama hungrið. Og við vitum að heimurinn, allir þessu milljarðar manna, aldrei hefur verið svona mikill fjöldi af fólki hérna. Og aldrei hafa verið jafnmargar leiðir til þess að boða fagnaðarerindið. Á netinu, sjónvarp, á allan hátt. Upplýsingatæknin þannig að við getum öll tekið þátt í því að boða á einhvern hátt. Boðið fólki í kirkjun okkar og svo framvegis. Aldrei hefur verið jafn mikill möguleiki að safna inn í Guðsríki. Það það sem Guð þráir fyrir allt þetta fólk. Segir í Tímóteusarbréfinu, Guð vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum.
Í Jóhannesarbréfi, ef þið eru með Biblíu, endilega flettið þangað, 4. kafla og 35. versi. Í Jóhannesar Guðspjalli, Jóhannesar Guðspjall, 4. kafli. Vers 35. Jóhannes 4, vers 35. Þar segir Jesús: Segið þér ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru þegar hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs, svo að sá gleðjist sáir, og með honum hinn sem uppsker. Hér sannast orðtækið, einn sáir og einn uppsker. Við getum öll tekið þátt á einhvern hátt og við njótum saman uppskerunar. Hjálpumst að safna inn í Guðsríkið. Og hann segir hérna, svo sá gleðjist, vegna þess að þetta er gleði. Þetta eru gleði fréttir, þetta eru góða fréttir. Þetta er besta sem getur gerst fyrir nokkurn mann er að öðlast eilíft líf og höndla lífið með Kristi og að taka þátt í því. Þetta er það gleðilegasta sem hægt er að gera. Og við sjáum að fólk, það hefur alveg gríðalegt hungur og það vantar, eins og bara Jesú segir okkur að biðja. Biðjið verkamenn til uppskerunar. Það vantar verkamenn til uppskerunar. Ég er ekki að tala niður í bæ, heldur bara út allt. Alls staðar það sem við erum. Það vantar menn til þess að segja fólki frá, menn og konur, til þess að boða fagnaðarerindið. Vegna þess að það er bara gríðalegt hungur og við Íslendingar, þeir eru ekkert mjög fróðir. Þeir eru ekki fróðir kristileg málefni. Þjóðin hefur kannski breyst rosalega. Flestir vita nánast ekki neitt. Bara einhverja fyrirsagnir sem þeir hafa lesið Og það er til fólk sem er mjög vel lesið, en flest af því fólki sem við tölum við, það er ekki mikið lesið. En það skiptir gríðalegu máli að við þekkjum orðið okkar vel. Og þetta eru nokkrar spurningar sem flest allir hafa, oftast, sem eru stóru spurningarnar. Og við séum grundvölduð í sjálf hvernig við svörum þeim. Það segir í Pétursbréfi, 3. kafla 15. versi: Helgið Krist sem drottin í hjörtum yðar og verið ætíð reiðubúnir að svara hverjum manni sem krefst raka hjá yður fyrir vonina sem í yður er. En gjörið það með hógværð og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla gegn yður. Þetta er bara svo fullkomin uppskrift. Það er að vera að vela sér í orðinu sjálf og svara í fullkomin kærleika. Hógværð og virðingu og í elsku. Elska eins og Kristur elskaði. Það er rosalega mikill lykill í því að það gangi vel. Og ég bara sem dæmi hvernig hungrið er, að það var einn náungi sem vildi hjálpa okkur. Þetta er svona, við hjálpumst öll að, þetta er samkirkjulegt, við komum bara úr ýmsum kirkjum og hittumst þarna á laugardögum og sumir komum bara til að hjálpa og standa bara hjá og hlusta og fylgjast með og svo blandaði sér aðeins inn í þetta. Af því að þeir þurfa ekkert að hafa fyrir neinu, fólki kemur sjálft. Og áður en þeir vita þá er búið að spyrja þá eitthvað eða byrja að tala við þá. En það kom einn þarna og hann vildi hjálpa okkur og hann ætlaði bara, hann var svona að rísa upp sjálfur og hann vildi ekkert vera að segja mikið og hann ætlaði ekkert að gera neitt mikið í því að boða, en hann ætlaði bara að þjóna og gefa kaffi og kakó. Fyrsta manneskjan sem kom til hans, þá kemur ungur maður og segir: má ég fá eitt kaffi? Og já, gjörðu svo vel. Já, og svo vill ég vita allt sem ég þarf að vita Jesú og Biblíuna. Bent á hann bara.
Svo ég ætla að segja mér allt sem ég þarf að vita Jesú og Biblíuna. Þannig að fólkið dregur þetta sjálft út vegna þess að það hefur þessar spurningar. Hefur ekki mikinn farveg til þess að tala. Og það ábyggilega allstar þar sem við erum, þá þetta sama í gangi. Og við upplifum það náttúrulega hvert og eitt að fólk hefur mikið af spurningum. Tala ekki á þessum tímum sem eru núna. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að vera opin fyrir því. Og annað dæmi sem ég langar að segja ykkur frá. Biblían segir, sáðmaður fór út á sá. Sumt ber 30-faldan ávöxt, sumt 60-faldan og sumt 100-faldan. Þegar við erum niður í bæ, að þá erum við ekki að fara með alla beint í kirkju. Við bjóðum hingað og þangað, mikið boðið í alþjóðakirkjuna svo auðvelt í Fíladelfíu. En mikið þetta bara fólk sem við höfum nokkra mínútur til að sá Guðs orði og Guðs orðið það virkar sjálft. Guðs orðið er lifandi og kröftugt og vinnur sitt verk sjálft. Það kom einu sinni einn náungi frá Norður-Afríku, hjátaði sig sem guðlýsingja, hann hafði aldrei lesið Biblíuna. En við áttum einhvern veginn, þá búið að möndla svolítið til, en við áttum eitt eintak á arabísku. Og hann tók þetta eintak og fór með það og heim og að lesa. Og bara á nóttunni, að þá bara fann hann dýrð Jesú Krist. Fylla sig og hann dreymdi í Jesú og hann fann bara nærveru hans og hann las og las og las og svo kom hann aftur. Við hittumst aðeins á milli og svona til að útskýra einhverja hluti og hann smá saman þá var hann alveg búinn að ákveða að fylgja Jesú Kristi. Engin maður, það var bara Jesús. Beint, hann las hans lifandi orð og orðið virkaði. Og svo fengum við að vera þess heiðursaðnjótanda skýran og þannig að Guð vinnur sitt verk sjálfur. Þegar við erum bara trúföst og sáum hvernig sem við gerum það. Það bara svo mikilvægt. Og við erum einn líkami, við hjálpum stað, við erum ein stór fjölskylda, borg Guðs út alla jörð og við hjálpum stað að vinna verst. Einn sáir með gleði og annar uppsker í sameiningu. Það ekki alltaf auðvelt kannski að hefja verk. Við sjáum það líka, það ekki alltaf auðvelt að hefja verk. En þegar við erum kominir á stað, þá það yfirleitt alltaf stórkostleg gleði. Og þegar maður búinn að vera að gera eitthvað svona, þá líður mann eins og ljósapera á eftir. Guð gerir sitt verk. Og við höfum fengið að sjá svo hennan tíma þarna niður í bæ, Guð mæta á alveg ótrúlegan hátt, á svona ljúfan hátt, að banka fólk. Bara svona ljúflega laðandi, bankar hann á hjörtu fólksins. Og einhvern veginn, við fáum svo oft vitnisburði. Og mér langar að nefna ykkur eitt svona lítið dæmi á svona náunga sem því að auðvitað kemur fyrir að einhverjir eru náttúrulega andmælendur og sem að hafa kannski aðra skoðanir. Það voru 2 náungar sem komu og annar tók vers og las það með okkur og hinn tók vers svona í seimingi og svo labbar hann í burtu og svo sjáum við að hann hendir í svona bak við sig. Og það var svona, það var hlýtt en það var svona vindur og svona mjög fallegt veður en samt dálítill vindur. Og Vessi fer svona niður og hann sér það á bak við sig. Vessi fer svona niður, svona rosalega fallega svona og eiginlega alveg að koma niður að þá allt í einu þegar á stað og spinnist upp sko með vindinum. Fessi hann aðeins svona niður og svo spinnist upp og hann stendur og horfir á þetta. Og þetta gerir svona og svo fer Vessi svona hægt og hægt svona að honum og ljúflega leggst á jörðina. Og hann var alveg stopp þarna og hann snýr síðan við, tekur orðið sko og svo sá hann var að lesa þetta hérna eftir á. En svona trúi að Guð bankar ljúflega á hjörtum. Sumir hafa einhverja mótstöð í sér, búin að matast af einhverju neikvæðu, en Guð elskar þetta fólk og þráir að ná til þeirra. Og Guðs orð er lifandi og kröftugt og vinnur sitt verk. Ég vil lesa hérna að lokum í Sálmi 126
versi 5, það segir, þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Grátandi fara menn og bera sáði til sáningar, með gleðisöng koma þeir aftur og bera kornbindin heim. Gleði í því að fara út með sáninguna, að sá getur verið erfitt, en Guð gefur stórkostlega gleði í sigrinum. Og við vitum að Jesús sagði að það væri meiri fögnur með englum Guðs yfir einu syndar sem snýr heldur en yfir 99 réttlátum. Guð elskar þjóðin okkar og það er stórkostlegt. Þessi kirkja hérna er svona eins og útpóstur hérna á mikilvægasta stað og við vitum að hérna er mikið flæði af fólki alls staðar frá og allt sem við gerum skiptir gríðarlegu máli. Drottinn blessi ykkur og ég vona að hann fái að leiða okkur öll í þessu sameiginlega verkefni okkar sem að hann hefur áætlað frá grundvöllum heims. Amen. Kæra þakkir Arnljótur og við ætlum að ljúka þessari útsendingu núna rétt bráðum og það verður smá breyting á næstunni að þá ætlum við að byrja útsendingar klukkan 11:30 frá kirkjunni. Þær hafa byrjað klukkan 11 en við ætlum bara að taka hluta af samkomunni og senda út vegna þess að tæknimálin okkar eru eiginlega ekki nógu góð til þess að vera að gera það sem við höfum verið að gera en vegna COVID þá gerðum við það að leyfa fólki að vera með alla samkomuna en sem sagt núna ætlum við að byrja bara útsendingu klukkan 11:30 og síðan hangir útsendingin inni og það er útsending bæði á Facebook síðu kirkjunar og það er líka útsending á YouTube síðu kirkjunar eða hvítasunni keflavíkgospel.is keflavíkgospel.is en mér langar að við biðjum saman, bara rísum á fætur og biðjum saman, þökkum honum Arnljóti fyrir þetta orð og þakklátur fyrir það er fólk sem fer út á hverju laugardagskvöldi að boða Guðs orð þannig að orð Guðs það hverfur ekki aftur við svo búið. Og ef að þú ert að horfa eða hlusta sem aldrei hefur tekið á móti Jesú Kristi, að þá getur þú gert það núna með því að bara biðja eina stutta bæn. Sjáðu til, það er ekkert nema bara þinn vilji sem aðskilur þig frá Guði. Það verður engin kristinn bara af því hann er Íslendingur. Það verður engin, sem sagt, það er engin í hjónabandi nema að tveir aðilar ákveði svo. Guð, Faðir, hann hefur kallað alla menn til samfélags við son sinn Jesúm Krist. Guð kallar alla menn til að eiga samfélag við son sinn Jesúm Krist. Og spurningin er, bara viltu svara? Og ef þú svarar að þá er það bara ein bæn. Drottinn Jesús, ég býð þig velkomin inn í hjarta mitt, fyrirgef mér mínar skuldir, mínar syndir og ég þakka þig fyrir það að ég má vera þitt barn. Þetta er bara játning, trúarjátning sem er milli þín og Guðs og hafirðu beðið þessa bæn af hjarta að þá ertu Guðs barn. Og með því þá langar mig bara að við slítum þessari útsendingu núna og ég bara þakka þeim sem horfðu. Ég ætla að biðja ykkur að vera aðeins hérna sem er í salnum lengur með mér.